Já, fyrsta fyrirsögnin í dag fengin af vefritinu mannlíf.is og hún ekki af verri sortinni. Segir Snorra verða í fyrsta sæti og einum af framboðslistum Miðflokksins fyrir næstu kosningar. Þarna átt við Snorra Másson, ritstjóra. Og þetta sko, þetta ekki staðfest frétt í sjálfu sér. Þetta orðrómur sem að Eiríkur Jónsson blaðamaður að velta upp og ég bara, þegar ég sá þessa frétt, þá small einhvern veginn bara logaði peran í haustum á mér og því líka snildar hugmyndin, hugsaði ég. Því að það þannig í dag, sko, Miðflokkurinn búin að vera lengi í svona einn fárra flokka á Alþingi sem að talar af einhverju skynsemi. Hann náttúrulega örsmár í núverandi mynd á Alþingi með 2 þingmenn en hefur verið að vaxa í skoðanakönnunum. Og þetta yrði náttúrulega til þess ef að Snorri Másson myndi þiggja sæti, fyrsta sæti í Reykjavík Suður eða Reykjavík Norður eða eitthvað, að það myndi sópa fylginu af flokknum. Algjörlega. Og Snorri smell passar svo inn í þetta koncept. Þetta svona þjóðræknir skynsemismenn sem að sem að vilja bara fá svona smá íhaldssemi í þetta og ekki að hraða neinu fara í einhverju ofsafengna breytingarna vegna, heldur taka góðan tíma í hugsamálin, bara eins og góðum íhaldsmönnum sæmir. Og Snorri hefur náttúrulega verið að tala fyrir verndun íslenskunnar og svona bara íslensk þjóðrækin mál og þetta smell passar þarna alveg inn og það eins og Eiríkur eða eins og Mannlíf segir, nokkuð hefur borið á orðrómi þessi efnis að fjölmiðlamaðurinn Snorri Másson muni brátt gera sig gildandi sem einn af toppunum í Miðflokknum. Annar fjölmiðlamaður og öllu reyndari en Snorri, Eiríkur Jónsson, segir svo frá á síðu sinni dálknum úr aldingarði Alþingis að Snorri verði í fyrsta sætinu hvar sem það verður á landinu. Og hann sagði orðrétt, Snorri Másson fjölmiðlamaður með skoðanir verður í fyrsta sæti og einum af framboðslistum Miðflokksins fyrir næstu alþingiskosningar ef áform þess efnis ganga upp. Segir Eiríkur og hann hefur eins og sem ekkert, hann ekki að útlista neitt hvaðan hann hefur þetta eða hvort þetta séu bara fabúleringar úr hans eigin kolli. En það sást náttúrulega til Snorra á dögunum þar sem hann var stekkjaður og það var partur af stekkjunni, það voru þeir Miðflokksmenn Sigmundur Davíð og Bergþór Ólafsson mættu heim til hans á morgni og fóru með hann eitthvað útstáfelsi. Paldi að vakna með simma bara yfir söylur. Það alveg stekkjun og vel séð og ég myndi sko, ég að viðurkenna það. Ég sá þetta á Instagramin á Snorra og ég veit hvort ég sé með svo mikið ADHD eitthvað að mér datt ekki þetta snildar konsept sem að Eiríkur Jónsson brittar hér upp á. Það var ekki það fyrsta sem ég hugsaði hefur Snorri Másson í Miðflokkinn, heldur það fyrsta sem ég hugsaði þegar ég sá þetta, rosalegu siglingu hann Sigmundur Davíð á, þú veist, hann þarna í vinahópi Snorra Mássonar þá þykir það bæði svona fyndið og sniðugt að Sigmundur Davíð mæti í stekkjununa, en leið þetta náttúrulega sko lúmst augljóst að þarna sko, þeir eru með soft spot fyrir Sigmundi, þessi vinahópur, Snorra og félaga, að þeir sjá að þarna snillingur sem að Sigmundur Davíð og það það sem að, veist að því að Sigmundur hefur þurft að gangi gegnum vítis elda og svipugöng, ormagöng, dómstólsgötunar og allt þetta og þetta þótti ekki fínt sko tímabili að vera í Miðflokknum, sérstaklega eftir að Klaustursbars upptökurnar Klaustursperranir eins og það kalla þegar það var notað gegn þeim skilur sem að nota beni sko ólöglegt karlmenn sem að koma saman eftir vinnu að drekka bjór og henda sín á milli einhverju, þú veist að það var gjörsamlega fyrir neðan allar hellur að nota það gegn þeim eins og það var gert en eins og ég segi það slaufunar elementið eða slaufunar tilunin tókst að einhverju leiti og þetta var svona var ekki eitthvað sem var rekin úr sínu flokki og eitthvað svona Jú, það var enda sko þetta eldi Miðflokkinn á þeim tíma því að það voru þarna 2 þingmenn flokks fólksins sem voru reknir og þeir gengu til þess við Miðflokkinn en síðan náðu bara 2 mönnum inn í næstu kosningum og svona en sko þess ég segi þegar maður sér vinahóp Snorra Mássonar vera sko að svona daðra við Miðflokkinn og
og maður finnur bara hvernig, þú veist, hverslega siglingu Sigmundur Davíð er komin á. Hann er að verða vinsæll hjá ungu fólki sem að lætur sig sko skynsemi varða og það er bara, þú veist, það er augljóst að Sigmundur og félagar í Miðflokknum, þeir þurfa að klúðra málunum allverulega ef þeir verði ekki með sko talsveit meira fylgi heldur en þeir eru núna í næstu kosningum. Já, við töluðum þetta bara þegar hann var nýbyrjað með ritstjóran. Já. Hvað þetta er einhver framtíða forsætisráðherra þessi gæi. Einmitt. Manstu þetta? Þú sagði það. Já, hann er svolítið þannig sko. Já. Típa, er hann ekki líka, hann er ekki orðin 30? Nei, hann er 24, 25 ára eitthvað þess. Veistu það, þetta er eina góða sem þetta vinstra vókjaftaði sem er búið að vera að rigna yfir okkur í mörg ár. Já. Að það er orðið svona rebelljós að vera hægri maður. Þannig að unga kynslón í dag er miklu meira svona eins og hann. Já, algjörlega. Það er miklu meira punk að vera sko íhaldsamur hægri maður. Vinstri er bara við trúum the government, við trúum Big Pharma, við trúum við gleymum allt bara. Þetta er löngu, þetta er bara ógeðslegt. Þetta er bara hallærislegt og þannig finnum maður að það er mikil sigling á Sigmundi og Miðflokknum og bara byttu fyrir þér sko. Ef að ég vona svo sannlega fyrir sé að tala saman og reyna að finna lendingu fyrir þessu því að ef að Snorri Másson myndi þykja sæti, fyrsta sæti á einhverjum lista Miðflokksins, þá ég sver það myndi bara vera algjör game changer, algjör. Hann mannlíf fabulerar eitthvað aðeins með sko stöðu Snorra segir þetta er gagnrýni sem hljómar réttmætt í eyru þjóðháttar Íslendinga, sérstaklega Miðflokksmanna. Þegar Snorri Másson ruddist nýlega fram á ritvöllin á Vísi með gagnrýni á sveitastjórnina í Mýrdalnum fyrir að koma á laggirnar enskumælandi pólitísku ráði sem ýmis málefni sveitafélaga. Þetta náttúrulega bara passar mjög vel við málflutning Miðflokksmanna. Engin frýr Snorra vits og þeir Miðflokksmenn með að teljast heppnir ef þeim teksta klófestan áður en aðri stjórnmálaflokkar fara á biðilsbuxurnar. Og svo segir hann Snorri er glöggur þjóðfélagsýnir og með mælskari mönnum. Hann yfirgaf Stöð 2 til að leyfa mælskunar njóta sín en tvennum sögum fer að vinsældi með að tekjumótil í hlaðvarsins ritstjóri sem hann stofnaði í þessu skyni. Það er svona verið í að því sko að það veri svona fjárhagslega gott múf fyrir Snorra að gangi í Miðflokkinn og þykja efsta sæti því að laun alþingismanna eru náttúrulega sko svimandi há. Já. Og tala nú ekki ef að flokkurinn fer beint í ríkisstjórn að þá er Snorri í fyrsta sæti bara með vísan ráðherra stólinn. En ég held að Snorri Másson sé svona þó að hann sé sko fjölskyldurækin og ábyrgðarfullur ungur maður að þá held ég hann sé ekki fyrst og síðast að hugsa peninga. Hann er svona að leyfa sér að gera það sem hann hefur gaman af en það er nefnilega málið. Ég held að Snorri hefði mjög gaman að því að verða öflugur stjórnmálamaður í áhrifastöðu og það myndi fara honum afskaplega vel þannig að ég sé bara eitthvað match in heaven sko, þetta gæti orðið og eins og ég segi, ég vona svo sannarlega að þeir séu að ræða saman þetta væri bara draumur í dós Snorri í Miðflokkinn, áfram Snorri sko, algjörlega.